Ég get trúið því að séu vonbrigði það sem að gerast hérna. Hvernig geturðu lýst þessu? Já, þetta er bara ömurlegt. Við gefum bara 5 mörk í dag og já, þetta er bara erfitt að lýsa því. Missið eitthvað með hausinn þegar þið komst yfir það? Hvernig upplifir? Nei, ekki þegar ég komast yfir. Þeir segja að við skorum löglegt mark en svo er ein mínúta eftir að fyrir hálfleik og við gefum þeim bara 2-0 markið og leikurinn svona fer svolítið þarna en við byrjum svo seinna á leikinn að þeir skora strax bara og við komum tilbaka, gefum mark strax. Þetta var bara, já, þetta er bara ömurleg tilfinning. Ertu búinn að sjá þetta mark sem að þið skorið í 1-0 fyrir þeim? Nei, ég hef ekki séð það en þeir sáu það þarna á bekknum og samkvæmt þeim er þetta bara löglegt. Ég var bara að trúa því. Hversu svekkjandi er það? Það er bara svekkjandi en þú veist, við þurfum bara að vera sterkar í hausnum og ekki kasta inn handklæðinu svona fljótt og við erum að spila fyrir veru vestræði í efstu deild og mér fannst þið bara að gefast upp. Hvernig er að kveðja á þennan hátt? Það er náttúrulega bara ræðilegt og hundleiðilegt tilfinning að falla en svona er þetta bara áfram með lífið. Fer hausinn eitthvað á það að þið unnuð þó bikarmeistaratitilinn? Ekki akkurat núna en maður svona horfið tilbaka kannski seinna yfir tímabilið þá að vinna bikarinn var náttúrulega bara risastórt fyrir klubbinn og fyrir mig persónulega. Ég átti eftir að vinna bikarmeistaratitil og það var gaman að ná því en eftir það þá var ekki sjón að sjá okkur. Ætlarðu að vera í bestu deildinni á næsta tímabili? Það kemur bara ljós, ég er opinn fyrir öllu. Takk fyrir þetta. Takk.